Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Elsa Guðrún Jónsdóttir keppti á dögunum á heimsmeistaramótinu í skíðagöngu sem framfór í Lahti í Finnlandi. Við hittum Elsu á skíðasvæðinu í Ólafsfirði og fengum smá ferðasögu. Mér var búið að fara út eftir að ég stóð mig alveg ágætlega í desember á móti og náði góðum fyrspunktum og þá buðið mér að fara með og taka þátt í undankeppninni og ef maður kæmist áfram á henni þá fengi maður að taka þátt í lengri vegalengdum. En það myndi allir fá að taka þátt í sprekkgöngunni þannig að ég vissi að áður en ég fór út að ég myndi fá að keppa tvisvar allavega. Og svo bara gekk svaka vel í undankeppninni þannig að ég bara fékk að keppa í því sem ég vildi og valdi þarna 2 göngur sem var bara svakalega flott upplifun og voru rosa gaman að vera með. Þú ert fyrsta íslenska kona sem keppur á svona móti, eða ekki rétt? Jú, það er rétt. Ég reyndar hef alltaf verið að horfa á Ólympíuleikana að vera fyrsta íslenska kona til að keppa því en frétti svo bara deginn sem ég er að fara til Finnlands að ég er fyrsta konan og það var bara ótrúlega gaman og en þá skemmtilega náttúrulega líka komast upp úr undankeppninni. Hvernig upplifun er það að vera á svona stórmóti? Já, það er bara svakalega skemmtileg upplifun. Náttúrulega þetta er bara svo allt öðruvísi þegar maður er komin að út. Það er ekki hægt að miða við þetta hvernig þetta er svo hérna heima. Þetta er náttúrulega bara allt liðið í kringum þáttakendirnar og við reyndar höfðum líka svakalega gott lið með okkur. Það voru 2 smurningsmenn og læknir og framkvæmdastjóri skí var með okkur og bara ég held ég hafi aldrei upplegað mikla þjónustu í skíðanum áður Og það gekk nú bara nokkuð vel? Já, bara ég er alveg rosa sátt ég náttúrulega eina sem ég var að hugsa var að hann komst upp á undankeppni og ég bjóst svo sem ekki við að vinna hana, það kom alveg verulega óvart en var líka alveg svakalega skemmtilegt að fá svona mikla athygli í dag. Undankeppni eru einmitt þær sem hafa ekki náð lágmörkunum, komist undir 120 fyrstpunta og svo þegar ég var komin upp úr undankeppni þá var ég farin að keppa við þessar konur sem að gera ekkert annað en að skíða og ég veit ekki, fá nudd og þetta er bara algjörlega þeirra að vinna. En það sér maður það að þetta eru sum þeirra bara eins og vélmenni þau eru alveg svakalega góð. Eins og áður segir, sigraði hún undankeppnina og fékk því keppnisrétt í öðrum greinum þar sem einnig gekk vel. Það má því segja að árangurinn hafi verið góður á þessu fyrsta heimsmeistaramóti. Ég get ekki sett ómikla kröfur á mig þar sem ég er í fullri vinnu með 2 börn og sjómann og er svo nýlega að byrja kannski aftur á skíðum. Það tók mér 5 ára pásu og þannig eiginlega er þetta mest bara að fá að upplifa þetta. Meira heldur en að vera að setja kröfur ég náttúrulega er svolítið langt fyrir aftan þessa bestu og ég vissi það líka alveg áður en ég fór út. Við erum hérna við skíðasvæðið í Ólafsfirði en hér er engin snjór. Nei. Hvernig hefur gengið að undirbúa sig? Þannig að fyrst og fremst þá finnst mér ég oft ekki ná að æfa nógu mikið vegna bara tímaleysis af því að mér vantar bara tíma í sólarhringinn og svo náttúrulega er þetta alveg ömurlegt að hafa fengið svona vetur. Ég held ég að fara svona 10 sinnum í þessa braut og það búið lítið keppnir, búið þurfa að fresta þeim vegna snjóleysis og þannig að ég kannski ekki náði að æfa eins og ég hefði viljað æfa en það fór ég kannski með því í hugarfæri út að ég var alveg stressuð og ekki nógu sátt og vissi ekki alveg kannski hvað ég var að fara að gera þarna því ég var bæði ekki kannski búin að æfa nógu mikið og svo ekki búin að vera neitt á skíðum. Þannig að þetta kom kannski ennþá mér óvart að hafa gengið svona vel En í hverju fólst þá undirbúningurinn fyrir mótið? Það bara ég var búin að fara upp í daglega á skíði og ég var búin að reyna að gera allt til að fara eitthvað á skíði. Ég var búin að fara hjólaskíði núna í febrúar sem ég hef aldrei gert áður og svo náttúrulega þurfti ég bara að hlaupa og bara hreyfa mig á annan hátt Elsa Guðrún hefur unnið fjölda titla hér heima en þetta var hennar fyrsta stórmót í fullorðinsflokki. En hvert er stefnan sett eftir vel heppnað heimsmeistaramót? Í apríl í fyrra var mér búið að vera með í landsliðinu og þá sagðist ég ætla að hugsa 2 ár fram í tímann. Það eru Ólympíuleikar 2018 sem ég hef áhuga að reyna að komast á
og eftir það veit ég ekki hvað ég geri. Þá allavega veit ég mun halda áfram hérna heima en ég ekki búin að ákveða hversu langt ég ætla að fara með það. En hvað það við skíðagönguna sem heillar svona? Ég náttúrulega bara búin að vera í þessu síðan ég var 6 ára og fjölskylda mín og þetta náttúrulega bara svolítið tengt við Ólafsfjörð. Svo bara, mér hefur náttúrulega alltaf gengið vel á skíðum og mér finnst þetta bara, þessi íþrótt bara svo góð, hún bara fyrir allan líkamann, sko, þú veist, það ekki ómikið álag á hnéna þegar þú ert að hlaupa svona mikið og mér finnst bara þessi hreyfing alveg svakalega góð og hvað það þegar kom mars-apríl í sól og blíðu og í góðu færi, það þetta bara algjör stæði. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.